þú færð ekki þetta, eða þennan spegil, skilurðu, hjá öðru nema sem hefur gengið gegnum svipað, skilurðu. Maðurinn minn, Kiddi, greinist 2006 með heilaæxli og viðtekur 3 ára ferli. Sko, eftir fyrstu greiningu, þegar hann fer í það, þá vorum við svolítið bara ein. Þetta var árið 2006, við vissum ekkert hvað var í boði og auðvitað er öll reynsla mismunandi eftir hver og bara þótt að séu sömu aðstæður þá getur verið mismunandi upplifanir. En þetta að geta að tala við ykkur og leita til einhvers og viðkomandi bara skilur, það er svo ótrúlega dýrmætt. Þannig að upphaflega fór ég í stuðningsneti til að geta verið stuðningur fyrir aðra sem hefði verið í svipum sporum og við. Og það að reynsla sem maður hefur gengið í gegnum sé einhvers virði. Að sko maður upplifir sig ekki sem einu manneskjuna sem er að gangi í hlutina og alls konar hugsanir sem maður hugsa sem maður telur kannski vera rangar hugsanir eða vittlausar hugsanir en svo heyriru að viðkomandi hefur upplifað nákvæmlega saman. Og þá er svo ótrúlega mikilvægt að sýna þann styrk að leita sér stuðnings. Að það krefst gífurlegs styrks að viðurkenna að þú getur ekki gert allt sjálfur og þurfir að fá hjálp og þurfir að fá aðstoð. Og þetta er eitthvað viðhorf sem ég var ekki með áður. Þetta var eitthvað sem ég skammaðist mín mjög mikið fyrst því viðurkenndi það að ég væri ekki einhver superwoman sem gæti allt. Og það að geta tekið til dæmis upp símann og hringt í stuðningsfulltrúa sem er bundin 100% trúnaði og gjörsamlega sagt allt sem þið langar til að segja án þess að fá fordóma eða þurfa áhyggjur að þú sért að særa einhvern eða íþyngja einhver með einhverjum og geta svo bara skellt á og haldið áfram með þitt líf. Það er ótrúlega dýrmætt. Bara að vera ekki einn. Að geta leita til einhversu skilum hann. Það er oft sko, vinir og ættingjar skilja mann upp að missu marki en ef þú hefur ekki gengið í gegnum þessa hluti þá getur þú bara veitt ákveðin stuðning. Þannig að þess vegna finnst mér skipta svo miklu máli eins og stuðningsneti gerir að para fólk saman sem hefur lent í svipum aðstæðum, svipum erfiðleikum að geta spjalla saman bara allt. Að þú segir ekkert endilega allt við vini og fjölskyldu. Og eins og ég er að gera þá er ég að veita stuðning fyrir aðstæðendur og oft er bara helling sem að þau eru að díla við sem að þau bara hreinlega treysta sig ekki til að segja við makann sinn. En það er rosalega gott að geta sagt þetta við manneskju sem hefur gengið í gegnum svipað. Og einhvern veginn létt á sig við ókunna manneskju sem er samt stundum hittust við, stundum er það í gegnum síma en þetta er ekki einhver sem er í þinni daglegri rútínu. En ef maður byrgir þetta allt inni þá sko vex mannlegan svo svakalega mikið. Þú ert að springa, þú ert að kafna. Í rauninni hefur þessi reynsla mótað mig ótrúlega mikið, þroskað mig rosalega mikið. Allar þessar áskoranir sem að tekst á við það að vera maki krabbameinssjúks manns og sem að lokum fellur frá, það þroskar mann stundum alltaf hratt en það er samt svo dýrmætt. Vandamál verða miklu minni sem eru svona hversdagsleg vandamál. En auðvitað ég er ekki að segja að maður sé algjörlega ónæmur fyrir öllum, maður getur alveg tekið drama yfir einhverju, en einhvern veginn það verður allt svona, það er svona eins og sjáur betur. Það er ekki þessi veraldlegu hluti sem skipta eins miklu máli. Það er meiri stundinar og það geta verið með fjölskyldunu og bara njóta þeirra forréttinda að eiga fjölskyldu og geta nýtt tíma með þeim. Það er, gæðin ekki allar þessar utanlandsferðir eða allt þetta glamour Instagram dæmi sem að, maður tekur alveg þátt í líka en einhvern veginn það er þetta að maður skapar miklu meiri gæðastundir og nýtur hlutina miklu betur þegar maður veit hversu stutt er á milli til dæmis bara lífs og dauða. Þetta er kannski svolítið dramatískt, en bara mér finnst stundum eins og ég sé 100 ára, en alveg á góðan hátt. Það eru svona hluti sem skipta ekki máli sem maður er ekki að velta sig upp úr.